Já, það sagt að kosningar séu svona lýðræðisvisla og við reynum að stökkva það hérna á samstöðunni þegar prófkjör að fá fólk hingað til þess að tala pólitík og hafa gaman að því. Og hérna komið fólk sem alltaf að bjóða sig fram í prófkjöri samfélkingarinnar í Reykjavík og þetta allt fólk sem að stefna á svona annað eða þriðja sætið í því prófkjöri og allir þeir sem að gera það nema Skúli Helgason þannig hann búinn að vera borgarfulltrúi svo lengi að ég bauð honum ekki. Ég ætla að fá hann hérna til þess að koma hérna seinna og ræða við mig um menntamál af einhverju tilefni. En hérna Bjarnveig Birta Bjarnadóttir. Mér finnst þú sett kölluð Birta frekar en Bjarnveig. Já, það er rétt. Ég að spara Bjarnveignafnið þegar ég næmur í doktorsgráðu. Það verið doktor Bjarnveig. Já, það verið. Flott nafn Bjarnveig og Birta líka. Takk. Hérna Steinunn Gyðu og Guðjónsdóttir og Guðmundur Ingi Þóroddsson, Magnea Marinósdóttir og Sara Björg Sigurðardóttir. Velkomin. Takk. Herðu, við getum rætt um Reykjavík og við getum rætt samfélkinguna og við getum rætt bara pólitíkina. Má ég aðeins hérna byrja á þessu að því að við vorum að ræða hérna í gær, við vorum bara að ræða samfélagið og þá var hérna fólk að segja að það veri bara ánægilegt að sjá þegar eitthvað svona fær í gang, prófkjörið eitthvað. Að það væri þó fólk sem að gæfi sér fram í þetta, ég segi ekki helvíti, en það lá í orðana hljóðana að gefa sér fram í þetta helvíti. Akkur að þú að bjóða þig fram í að taka þátt í pólitík? Já, mjög góð spurning. Ég get hugsað tilbaka þegar ég var svona 34 ára að þá, nei, ég get ekki sagt að 34 ára. Ég hef alltaf verið með fréttir og svona samtímamál á heilanum. Og leið ég lærði að lesa, ég kunni ekki að lesa þegar ég var 34 ára, þá fór ég að lesa fréttablöð og fylgjast með. Og ég gæti alltaf að tala svona samtímamál við frændur og frænkur og ömmur og afa. Og þetta hefur bara alltaf fylgt mér. Og ég bara með svona... Þú bara fæddi í þetta? Ég fæddi í þetta, en ég held líka bara eins og við allir sem gefa kosta sér í þetta, manni langar að láta gott að sér leiða. Og mér finnst ég bara að vera með skýran tilgang í að láta gott að mig leiða. Ég alin upp af foreldrum sem voru 16 ára þegar átti mig og ég á núna 3 ungbönn, í fyrra voru þau öll á leikskóla og ég bý í Grái, ég föst í fyrsta húsnæði. Það eru bara ýmis mál sem ég langar að berjast fyrir og ég hef áhuga á þessu og kraft og þol. Ertu þess að barna? Já, ég er barna. Það sagt að þessu lukkubönn? Já, ég hef heyrt það. Ég er sammála því. Já. Ég var eitthvað nefnandi daginn og þá kom ég ljós að þetta var eitthvað sem var sagt meiri gamla dag en núna. Yngra fólki kannast ekki með það. Kannski að því að það eru svo sjálfgeft að koma svona börn ungra foreldra. Það er mitt. Herðu, það er frábært að þú vilt bara taka þátt í þessu og skammast þín ekki fyrir það. Steinunn? Já, einmitt. Ég hef náttúrulega bara verið í gegnum tíðina mikið að taka þátt í femínískri baráttu. Byrjaði á því bara í menntaskóla og tók virkan þátt í starfi Femínistafélagsins þegar það var stofnað á sínum tíma sem sjálfboðaliði og fór síðan að vinna hjá UN Women. Ég var að vinna á stígamótum í 10 ár og var meðal annars talskona stígamóta. Þannig að það hefur nú svona alltaf fylgt mér að vera bara að taka þátt í baráttu fyrir bættu samfélagi. Og pólitíkin náttúrulega bara ein leið til þess. Þarna eru ákvarðanir teknar, í borginni verið að taka ákvarðanir daglegt líf fólks og mér finnst bara mikilvægt að koma með eitthvað af minni reynslu og þekkingu inn í það að mögulega bæta líf fólks í borginni. En ekki munur á því að vera í svona eins máls baráttu? Hún getur verið svona hrein og svona, þegar þú ert komin inn á svona vettvang stjórnmálanna þá endalaus málamillanir og skýtnaði maður svolítið út. Jú, það er örugglega, ég fór að vinna hjá ráðgjafafyrirtæki fyrir 3 árum og þar hef ég fengið tækifæri núna til að stíga inn í alls konar málefni, vera að vinna í orkumálum, heilbrigðismálum, menntamálum, vera að hjálpa fyrirtækjum og stofnunum að móta stefnu og framtíðarsýn og það einhvern veginn opnaði fyrir mér það að bara hvað það eru bara svo mörg málefni þarna úti sem er áhugavert að taka þátt í og sem ég get lagt eitthvað af mörgum og en vissulega þegar maður er í pólitík þá er maður að taka saman mörg mismunandi sjónarmið, það sem okkar hlutverk verður, það er að forgangsraða. Það þýðir að stundum þarf maður að sleppa því að gera eitthvað eitt til þess að geta gert eitthvað annað. Það getur alveg verið sársökufullt, en ég held að þá skiptir svolítið miklu máli að sem er skýra sýn og skýra hugmyndafræði það hvert við erum að fara og hverju við erum að reyna að áorka. En að því að við erum í þessu til þess að ná einhverjum árangri og það þýðir stundum málamiðlanir en aðalega forgangsröðun. Guðmundur Ingi, þú kemur líka úr hagsmunabaráttu. Jú, réttindabaráttu, mannréttindabaráttu til margra ára og velferðar svona vinkilinn kannski.
Ég að vinna daglega með fólki sem stendur öllum fæti og fólki sem fellur á milli kerfa og það það sem mig langar að koma með. Mig langar að koma með reynsluna, þekkinguna. Hefur engin réttindi og kannski ekki talsmenn og annað og kannski lítinn skilning innan kerfisins. Mér hefur fundist vanta þessa reynslu, þekkingu, faglega þekkingu einnig þarna inn og svona blanda saman. Þannig að við erum bara að sjá mál alla daga sem á ekki að þurfa að koma fyrir. Það vantar fólk til að bara slökkva og elda á velferðarsviðinu. Það svona mín sýn á það. Hver á að vera í fangamálunum þegar þú fyrir borgarmálunum? Við eigum... Er þetta ekki góður bit í hundskjaftur? Þú verður örgulega heyrt þetta. Það er ekki miklu betur settur í þessu. Fólk hefur áhyggjur af því, en við erum með fullt af góðu fólki og við erum nú þegar búin að ráða fólk í vinnu í fyrsta skipti. Þannig að við erum maður verður alltaf eitthvað þar bak við tjöldin. Herðu, Magni, að þú ert stjórnmálafræðingur. Já. En ég ætla nú að benda á að þú ert alþjóðastjórnmálafræðingur. Já, líka. Þú ert ekki að lokal. Ég er stjórnmálafræðingur fyrst og svo alþjóðastjórnmálafræðingur, já. Þannig að sveitarstjórnmálin er ekkert svona fjærið því sem að þú menntaði til. Nei, ég held einmitt að ástæðan fyrir maður fer í stjórnmáli er nákvæmlega eins og er búið að vera að lýsa núna af öðrum. Þú veist, maður hefur einhvern veginn alltaf haft áhuga á samfélagsmálum og líka svona, ég hef alltaf haft rosalega sterka réttlætiskennd og ég var einmitt að rifja upp daginn að í barnaskóla þá fannst mér og vinkonum mín ekki sanngjarnt að strákarnir væri bara að spila fótbolta og það var svona fyrsta kvennistindabaráttan og við fengum það í gegn að stelpuspiliði líka og allir gátu verið á vellinum og tekið þátt í leiknum og svo náttúrulega mótast þetta eins og það að vera jafnréttissinni og feministi sem ég það mótast líka þessu persónulega. Ég eignaði sjálf barn frekar ung og er námsmaður og svo eru gerða breytingar og lögum lánasjóð lánsmanna sem gerir það í raun að vera verkum, ég get ekki farið út í það að 33% kvenna sem voru í námi, sérstaklega einstæðar mæður, þar gerðu tímabundið hlé á námi eða hættunámi. Og mér fannst einhvern veginn viðbrögð ráðamanna sem sagt við þessari staðreind. Mér fannst niðurlagandi í garð kvennana sem voru þarna sem námsmenn og þetta var svona pínlítið að það veri bara betur í námi heldur en að vera að vinna og þær hefði ekki nægilegan áhuga á náminu og ég var nú bara alveg þokkalega í námi og þá einmitt skrifa ég fyrstu svona reiðu feministku grein í Stúdentablaði bara opnu og það sem ég greindi dálítið hvað var vandinn og þá upplýði þetta fyrst að svona þessi kynjuðu vitt í veruleikanum. Svo hef ég verið það lánsöm að einmitt að geta mennta mig og líka í alþjóðastjórnmálum og í átakagreiningum og lausnum sem er mjög góður eiginleiki meðal annars í stjórnmálum og líka hef einhvern veginn verið það lánsöm að hafa fundið í raun og veru minni jafnar hugsun og jafnréttishugsun farfi í mínu störfum. Bæði hér heima þar sem ég unnaði jafnréttismálum meðal annars í jafnréttisskrifstofu ráðuneytisins, velferðar og forsetis og svo líka í alþjóðastarfi hjá Jón Vimen og alþjóðaráði Rauða krossins og undanfari, ég hef átt samleið með samfélkinguna alveg frá stofnun og undanfarin þá hef ég haldið utanum málefnastarf eða svona þegar var við uppfæra stefna fyrir landsfund stjórnarfara mannréttindi. Það er alltaf jafnréttismál og mannréttindamál sem standa hjarta mín næst en nær. En svo finnst mér bara öll mál, skipta máli og þetta öll mál sem snerta borgarbúa og líka þau sem eitthvað fyrirtæki samtök með einum með öðrum hætti. Þannig að þú nefndir svona feminisma, feministi? Já. Þú ert feministist? Já, sjálfsagt. Ég er feministi, já. Sara, ert þú feministi? Já, örgulega. Það ertu feministi, Guðmundur? Já, ég er feministi. Sara? Já. Hvað er þú að vilja bóta ekkert? Já, hvað ætli Sara segja að vilja bóta? Það ætli þetta sé ekki bara upphæðu þegar ég er gömul sunddrottni, ég æfði sund sem barn unglingur. Og umgjörðin kringum íþróttirnar kannski urðu svona mín brú yfir í borgarmálum, má ég segja. En ég fluttist í Breiðholti með fjölskylduna mína og það breytist einhvern veginn all lífið þegar það eignast börn. Og þegar þú ferð að umgangast börn vina þina. Og það er umgjörðin börn vina sem að laðast að mínum börnum og þá einhvern veginn áttaði mig á í Breiðholtinu og hef alltaf haft áhuga á íþróttum og tómstundum og frístundum. Og það væri bara nýting á frístundastyrknum væri ekki nægilega góð. Það vantaði íþróttamannvirki í Suðurmjódd þannig að ég tók smá orrustu þar vildi frekar frá Suðurmjódd? Já, íþróttamannvirki Mjódd er svo stóra og hún er bæði Suður og Norðurmjódd? Já, það er Suðurmjódd, Miðmjódd og Norðurmjódd
Já, en þetta er rauninni uppbygging íþróttamannvirkja ég get alveg sagt að ég hafi átt minn hlutdeild í þeirri uppbyggingu. Þá ertu komin yfir Breiðholtsbrautina upp? Já, þetta er í rauninni bara þannig við, sko, þau mannvirki sem er rísað, þetta er bak við Álfabakka. Undir Seljagarðinu eiginlega? Já, í rauninni, Okay, þetta er svona hjarta. Þetta er alveg, já. Þannig að það var kannski svona hvernig ég dróst inn í stjórnmálin, í rauninni nýting frístundastyrking öllu heldur hvernig hann er ekki nýttur. Hvar eru börnin sem nýta hann ekki? En er það ekki helst vandamálið upp í Fellahverfi? Nei, ekki bara. Ég meina þetta snýst sko, auðvitað eru börn út alla borg sem að nýta ekki frístundastyrkin sinn. En Breiðholti hefur verið með lægsta nýtingu á styrknum í mörg ár og fyrir því eru margar ástæður. En það er flókið, þetta er náttúrulega, þetta er sko, það getur verið menningarlega munur, það getur verið efnahagslegar aðstæður fólks, þetta getur verið einhver svona félagslega forsendur líka, en tómstundirnar eru þannig sko, ef að þið líður vel í skólanum og þá líður vantarlega líka vel á öðrum stöðum, en ef að þið líður ekki vel í skóla, þá er mjög gott að eiga tómstundirnar upp á að hlaupa til þess að blómstra, til að tilheyra. Þannig að þessi þriðja stoð í lífi barnsins sem ég líta á tómstundirnar skiptir bara gríðarlega miklu máli í uppvexti, allir svona félagstengingu, einhvern veginn ná að bara tengjast fólki, taka tillit til þeirra. Þannig að tómstundir geta leitt mann inn í svo opbóstlega marga aðra þætti. En það ánægum þetta kerfi sem þessi frístundastyrkur sem er náttúrulega frjálshyggju hugmynd. Já, maður hefur heilt það. Já. Þetta, ég held að menntamálaráðherra Trump vilja koma eins og á í skólakerfinu. Já, einmitt sko, auðvitað má alltaf gera betur og mér finnst allavega að við erum mjög stolt af því að það eru sko í kringum 80% barna í borginni sem nýta styrkin. En ég vil einhvern veginn horfa á hvar eru börnin sem nýta hann ekki og af hverju eru þau ekki að nýta hann og hvort við getum byggt brú inn í tengsl og við fjölskyldunar. Þetta er bara fyrst og fremst bara nærþjónusta og skólinn eru þetta rétti staðurinn að hjarta barnsins og foreldrarnir þar. Taka þetta málefni. Hvað viltu gera til þess að 20% þeirra barna sem ekki hafa nýtt frístundastyrkinn og við getum ætlað að sé þar alveg ekki í þeim tómstundu sem við myndu gott af og við myndum endilega vilja vera í. Hvað er þetta að gera? Já, í Breiðholti var verkefni sem að var hugmynd sem fættist veldusborða heima að mér og við komum í framkvæmd eða heldur dagur leiddi á sínum tíma sem kallast frístundir í Breiðholti og það var ráðinn frístundatengill sem að fór í alla skóla og talaði við alla kennara og í rauninni bara þá aðila inn í vettvangi barnsins, frístundastarfið, tómstundastarfið, íþróttafélögin, tónlistarskólana, bara alla grasrótina og vakti fólk til umhugsunar, bara hvar eru börnin, getum við fundið þau og það var bara búið til verklag, þannig að skólarnir eða bekkjarnir eru skimaðir fyrir foreldraviðtöl, það sem eru laða spurningalistar og svo býður tengillinn eftir þeim á bókasafninu þar sem fjölskyldin er vísað og sagt bara já, hérna er frístundatengill, hann ætlar að taka samtal við ykkur, hann ætlar að sýna ykkur hvað er í boði og þetta verklag hefur virkað bara mjög vel í Breiðholti. Við samhliða var stofnaði sjóður. Hver er árangurinn? Það voru 300 börn sem voru fyrir utan kerfið, nú voru bara 3 eftir. Nei. Þú veist, það kom alltaf nýjir árgangar og þú þarf líka að fylgja þeim eftir. Þau kannski þurfa... En er sýnilegur árangur? Já, það er sýnilegur árangur og ég myndi gjarnan vilja að við færum á fleiri staði, því Breiðholti er ekki bara eina hverfi. Það eru auðvitað börn út alla borg og 4.000 börn finnst mér bara of mikið, það er of mikið í húi þarna. Má ég aðeins hoppa inn í þetta? Já, í frístunda, það er orðalust í frístunda. Vegna þess að ég hef starfað við móttöku flóttafólks bæði í Hafnarfirði og Reykjavík og þá var ég meðal annars í raun og veru að aðstoða bara fólk við svona daglegt líf við að fóta sig og mér finnst einmitt frístundakorti mjög gott, gjaldfrjálsu máltíðirnar og allt þetta og þetta er náttúrulega sterkt í kjarnan í jafnastafnu sem er að jafna aðstöðu barna og ungmenna eða fólks sem í þessu tilvík eru börn og ungmenni. En má ég aðeins skjóta inn í því að frístundastyrkirnir er ekki aukin framlög, það voru peningar sem voru teknir til þess að styðja íþróttahreyfingu, skóla og eitthvað fleira til þess að veita tómstundastarf sem voru fluttir frá stofnununum eða félagunum til foreldrarna sem fóru go shopping. Þetta var markaðsvæðing frístunda barna.
Já, en sko ef við horfum til markmiðana sem meina í raun og veru að jafna aðstöðumunin, geta borgað tómstundagjöldin, sjóðurinn sem að stendur straum af því til að mynda að leigja hljóðfæri, borga mótagjaldið og ferðastyrkina. En það sem ég ætla að segja, það svona pínlítið saga út, ég þarna með unga móður sem að tala eingöngu sitt eigið móðurmál og á 3 börn og þar að 11 ára strák og hann var skráður í íþrótt. Ég var látin vita af því og hann sem sagt mætir aldrei. Og svo þegar ég fer að umgangsstau að þá kemur í ljós að hún langar en, ég spyr hann, langar en þarf að vera í íþróttin? Hann segir já, ok. Ég segi, við erum heim í honum, við förum í íþrótthúsið, þekkirðu leiðina, við förum þangað. Ok, veistu hvert átt að fara? Nei, tala mannin þannig í móttökunni. Hann segir okkur fara á efri hæðina, þar hittum við þjálfarann og hann fór í sin fyrsta tíma. Næst spurði hann, á ég að hitta þig? Næst, og hann segir já. Og ég sagði, ok, ég býð í íþróttahúsinu og þú kemur að heiman. Svo kemur hann ekkert og ég hringi í hann. Hann kemur ekki á tilsettum tíma, ég hringi í hann og hann segir svona hikandi, byrju á ég að koma? Og ég segi, já, bara jalla, drífa sig. Og hann spyr, má bróðum komi? Já, þeir koma hlaupandi, harðaspretti, fara í sér næsta tíma og hann fór að mæta regla. Og þá áttaði ég mig á því, maður gleymir stundum hvað maður var sjálfur uppbyrðað lítill sem krakki. Ég man alveg eftir að hafa hort á krakka verið í frálsum íþróttum og mér langaði að vera með, en einhvern veginn veit ekki út hverju ég hafði ekki í mér að biðja það eða, og þú veist, þannig að og þess vegna var ég að segja, ég held við þurfum að ganga skrefi lengra og búa til svona kerfi þetta í samvinnu við frístundatengilinn og líka það eru komin tengilið fyrir svartstætt barna og íþróttafélögin til þess að vera svona ísbrjótar og það þarf svona að gera það en auðvitað skipulega og það er að gera það með sjálfbólið en auðvitað þarf að gæta að jafnræði barna og líka öryggi og skipulega geta mjög vel og fyrir öll börn, ekki bara flóttabörn heldur líka börn sem eru í viðkvæmum félagslegum, efnahagslegum aðstæðum það er nákvæmlega sama staðan þar. Ég var mitt að hugsa hvaða börn eru þetta sem ekki að nota þennan styrk sko. Já, það þarf að gera greiningu á því. Já. Við hjá afstöðu höfum komið að mörgum málum að fara á marga fundi varðandi börn og ungmenni sem eru svona að hópa sér saman og það eru oft flóttabörn líka eða börn innflytjenda. Akkurat. Og það eru líka, við höfum farið á fundi hjá fyrirtækjum, verslunum sem er í vandræðum stundum og það er eins og að vanti eitthvað fyrir þessi börn að gera og þannig að maður svona spyr sig er verið að grípa þess að hópa, er verið að halda utan þetta. Þannig að þetta er eitthvað sem við höfum ofta áhyggjur af því að við viljum ekki sjá börn og ungmenni síðan fara frá þessum stað og enda síðan hjá okkur. Það er þessi jaðarsetning, þegar þú nærði ekki til ef þú nærði ekki til í skólaninum og ert á jaðrinum í skólaninum og svo endar á jaðrinum í hverfininu því að þú átt ekki samleið með öðrum og þá laðast jaðarsett börn að öðrum jaðarsettum börnum og þá myndast þessi hópamyndun og við erum Þetta er fyrst og fremst íþróttir, þetta er mjög mikilvæg forvörn, þetta er ekki bara íþróttir, þetta er líka tómstundir. Þetta getur verið listsköpun, þetta getur verið tónlist. En sumt af þessu kerfi sem þetta handlar sumt er bara kultúr eins og þegar drengurinn kemur á 3. flokk í leikni, pólskur, hann upplifir sig velkominn. En þetta er það er bara ekkert víst að það sé þannig í öllum þessum og þess vegna eins og mér langar aðeins að bæta við þú veist það er verið að tala þetta orð inngildingu og það er auðvitað mjög gott þú veist meðal annars annar sá sem er að keppa í 80. sæti segir bara hvað er að þessu orði inngilding og auðvitað gott að inngildi börn í gegnum íþróttir og tómstundir og þetta er ekki kostnaður, þetta er fjárfesting ég er alveg sammála, þetta er fjárfesting í framtíðin og mannauð og þvíumlíkt en málið er það að inngilding ef það er eitthvað flókið að skilja þetta orð þú kemur svona utanfrá, þú ert jaðarsettur af mismunandi ástæðum og þetta er þarna, það er hurð, þú þarft að opna hana, þú ert ekki með lykil, það kemur ykkur og opnar hurðina með lykli og þá ertu komin inn og þannig bara en þetta þurfa að vera skrifa, þetta þarf að vera skipulagt, það er ekki nú að nýta frístundakorti og skrá barnið, það kannski þarf smá aðstofu að fara og taka fyrst skrifin. En ég held að við ættum kannski bara að vera smá óhrædd við að horfa bara á þetta frístundastyrkjakerfi og hvort að þurfi kannski eitthvað að stokka upp í því að því ég heyri núna eins og þið öll maður er svolítið mikið í símanum og heyrir í alls konar fólki og ég er búin að ramba í 2 símtöl við eitthvað svona stjórnendur innan íþróttarhreyfingarinnar hjá 2 mismunandi félögum sem eru bara vægast sagt sárir út í núverandi borgarstjórn og þeim finnst mikið að brotnum loforðum og ekki einhvern veginn svona nógu gott samstarf við borgaryfirvöld núna og
kannski bara betra að þetta séu þá beinir styrkir sem að borgin að borga til íþróttafélaga og þannig geti þá íþróttafélagi niðurgreitt æfingargjöldin og þá ekki að vera að rugga og ég get sko sagt eins og fyrir sjálfa mig, þú veist, við römbuðum einhvern veginn inn í fimmleika með börnin mín. Það var að því að hjá Fjölni það var ekki íþróttaskóli heldur bara svona fimmleika hópur fyrir lítil börn og ég sé það núna að það var einmitt umræða í íbúðir í Gráu og í hópnum að gjöldin fyrir þannan hóp, þetta eru 2 ára gamla krakkar, er 40.000 krónur á önn og þetta er mjög hátt, þetta er dýr íþrótt einhvern veginn og við svona læstum okkur einhvern veginn inn í þessu að því að við byrjum þarna með stelpunar okkar og núna erum við að borga 80.000 krónur fyrir 6 ára gömul börn á hverri önn og frístundastyrkurinn nær ekki að kofera þetta nema kannski upp í eina önn, það ekki rétt hjá mér 75.000 Já, það bara fer eftir íþróttum, þar eru bara misdýrar og það er mismikið metnaður og þá eru gerða kannanir á vegum Vörðu rannsóknarseturs ASÍ og BCB þar sem spurt hefur áttu efna á óvæntum útgjöldum, það er mitt 80 skall og ég minni það verið 27% fólk sem segir nei sem bara, það eru 27% farin sem get ekki farið í fimmleika. Þetta er náttúrulega eitthvað undarlegt ástand. Og ég meina markmið okkar allra er það sama. Þetta er bara besta forvörnin, frábært tól til inngildingar, þú veist, auðvitað bara lýðheilsa, andleg og líkamleg heilsa barna. En kannski þurfum við bara að vera óhrædd við að stokka eins upp í þessu og skoða hvað við getum raunverulega gert til þess að hafa áhrif. Við höfum svolítið talað hérna á því að dóttir mín fór í gegnum tónlistanám og þá er það þannig að þegar maður situr á tónleikunum í tónlistaskólanum, þá er það millistéttinni mætt og svo innflytjendur með asískum uppruna. Annað fólk er bara farið og það er einhver ástæð fyrir þessu. Þegar hljóðfærin kosta, þú farið niðurgreita kannski hluta æfingunum, en þegar á reynir að þá geta efnaminni fjölskyldunar ekki gert þetta eða þá að það þarf svona seglu til þess að halda áfram einhverju slíku. Við erum samt með skólahljómsveitirnar. Skólahljómsveitirnar eru líka í annað jöfnateki sem borginni með sem eru alveg frábærar bara upp í Breiðholti, þú veist, hérna í miðbænum, þetta er mjög eftirsótt og alla viðburði, vorhátíðir og þar er einhvern veginn öllum og það er bara fleiri sem að vilja komast þangað inn heldur en við höfum sæti, sko. Eða allavega, ég veit að þetta er mjög eftirsóknarvert að vera meðlimir í skólahljómsveit. Herðu, mér langar að fara eitt hring og spyrja svona hvað, nefnið eitthvað svona eitt sem er helst að í Reykjavík. Ég veit að þið elskið öll Reykjavík og hún er frábær og allt svoleiðis, þannig að við losnum við það að þurfa að endurtaka það hérna mikið og ég meina að þið eru líka að bjóða okkur fram í flokk sem er búin að vera við völd í Reykjavík meira og minna síðan 1994 því að Samfylkingin leit á sig sem svona ákveðin erfingja af hryggjasúlunni í R-listanum og hélt völdum með tildulega litlum undantekningum eiginlega alveg frá 94. Þannig að ég veit ekki hver vil byrja á því. Þetta er svona leikur eiginlega bara. Nefnið eitthvað eitt sem þarf að laga í Reykjavík og hægt er að laga á einu kjörtímabili. Ég skal byrja. Ég starfa sem rekstrarstjóri og ég kann á rekstur. Og mér finnst borgin einhvern veginn hafa gleymt sér aðeins í rekstrinum. Það vantar alla forgangsröðun. Og ég vil bara að við förum aftur í það að forgangsraða samfélagslega mikilvægum verkefnum eins og til dæmis leikskólamál. Og bara betri grunnþjónustu fyrir borgarbúa svo þau getur treyst á að við grípum þau og auðveldum þeim daglega lífið. Það er bara ekkert eins, hvernig get ég sagt það, maður er bara kortur í kulnun að eiga leikskólabörn í Reykjavík. Ég átti 3 leikskólabörn síðasta vetur og á 3 daga fresti var lokuð heil deild á leikskóla yngsta stráksins míns. Og heldur að það sé vegna þess að borgin hefur ekki forgangsraðað þessu? Þau eru alltaf til að gera eitthvað allt annað heldur leikskólana. Já, og einhvern veginn svona bara glemt sér svolítið. Það var sagt við mig í símtali áðan að það var upplifun þess sem ég var að tala við að þetta væri bara allt búið að vera eitthvað skipulagsmál og ofan í þessi skipulagsmál var einhvern veginn skipulagsklúður sem kostar líka pening og taka líka mikið af athygli. Við verðum bara að fara aftur í grunninn, taka til og forgangsraða í rekstrinum í þá velferðar. Bara fólk. Við höfum ekki að labba eitthvað hverfisskóðan og dástaði hvað það sé vel gerð öllu nýju húsin og eitthvað svo leiðis. Nei, og svo eigum við líka bara að vera með, það þarf ekki að fara í hönnunarsamkeppni einhverja leikskóla, sko. Það á bara að vera til eitthvað næs módel af leikskóla sem við getum bara nýtt aftur og aftur og aftur. Við þurfum bara að vera með skýran fókus á það. Leikskólanir, þetta er bara eitt stærsta jöfnunartæki sem við eigum
og þetta skiptir konur höfuðmáli að því einhvern veginn endar alltaf þannig að það eru við sem endum heima með börnin ef að leikskólanir eru ekki til staðar. Eða ömmunnar. Já, einmitt. Einhvers þetta er við okkur að sækja barnið. Nei, þú mátt sækja barnið mitt. Þið skulum bara fara þessar leið svo að þið vitið hvernig kemur að ykkur. Þú bara eitt atriði. Já, ég ætla bara að grípa þetta. Sko, það eru þetta leikskólamálin sem ég hef mestar áhyggjur af. Ég ætla bara að fara aðeins lengra með þetta. Sko, leikskólamálin eru búin að vera, það hafa verið vandamál tengst leikskólum lengi. Það hefur ekki tekist að brúa bilið frá fæðingarorlofi, það hefur komið upp mygla og það er mannekla og allt þetta. Ég hef samt ennþá meiri áhyggjur af leikskólunum núna heldur en áður vegna þess að við erum að sjá aðgerðir og tillögur í alls konar sveitarfélögum, ekki bara Reykjavík, það þar sem er verið að reyna að fá foreldra til að stytta vistunartíma barna sinna og þetta er án þess að hinn almenni vinnumarkaður hafi komið til móts við foreldra styttri vinnutíma. Þú veist að formaður Eflingar fagnar þessar breytingum, líka formaður félags leikskólakennara. Og ég skil það vel að hún sé að hugsa ófaglært fólk sem er að vinna inn í leikskólunum og ég skil vel að starfsfólk leikskóla vilji fá breytingar. Það hef ég fullan skilning á vegna þess að starfsumhverfi í leikskólanum er erfitt og það hefur verið mannekla eins og hefur margoft komið fram. En ég held að leiðin er ekki, mér finnst eins og sveitarfélögin séu pínlítið að bregðast hlutverki sínu með því að reyna að velta þessum vanda þá yfir á foreldra í staðin fyrir að hugsa hvernig getum við sem samfélag skilið betur það hlutverk og það framlag sem leikskólanir hafa til okkar sem samfélags. Þetta verður hlutverki ríkisins. Já, þannig sveitarfélögin eru bara með þvottaballan fullan af vatni og verða einhvern veginn að koma ykkur af sér og þau sturtu svo bara yfir á foreldrana. Og það er okkar hlutverk sem erum að gefa kost á okkur til að sitja í borgarstjórn til þess að passa upp á þess að vera í hagsmunabaráttu fyrir okkar íbúa og það er líka meðal annars gagnvart ríkinu. Við eigum að vera að tala við ríkið það að þau þurfa að koma inn í þannan málaflokk. Það er ekki framlög frá ríkinu inn í leikskólana eftir því sem ég best veit en ég held bara við séum komin á þann stað að þetta sé nauðsynlegt vegna þess eins og Birta var að benda á að leikskólarnir hafa umtalsvert framlag til samfélagsins sem jöfnunartæki fyrir fátæk börn, fyrir börn sem að búa við vanrækslu, fyrir börn af erlendum uppruna til að læra tungumálið og til þess að aðlagast íslensku samfélagi, fyrir utan það að við rekum eiginlega frábært leikskólakerfi ef við hafum einhvern tíma búið erlendis og þá sér maður hvernig leikskólar eru gerðir þar, það er alls konar skrýtnar kröfur til barna heimanám eða að hætta að nota bleiu áður en þau komast inn í leikskóla, alls konar svona sem er ekki verið að taka tillit til þroska barna. Þetta gerum við ekki á Íslandi. Við erum með frábært kerfi sem tekur tillit til þroska barna og byggir á virðingu gagnvart þeim og þetta er fjöreggið okkar og við þurfum að fjárfesta. Það segja að meirihluti núna og raunverulega meirihluti sem sprakk að þau hafa bara mist fókus á þessu. Það er fyrir að þrýsta á ríkið að koma með einhverja eðlilega lausnir að þá freistustu til þess að skópla vandanum yfir á fólk. Og ég skil að því að það eru fleiri sveitafélag sem hafa verið að fara þessar leiðir með svona ekstrím leiðum og ég skil það að þau hafa lent á þessum stað en ég held bara að við verðum að passa fókusinn og vera með á hreinu í hvaða átt erum við að stefna vegna þess að ef við gerum þetta svona þá erum við að mylja undan kerfi sem hefur margfalt framlag til samfélagsins. Guðmundur, eina ósk. Já, ég ætlaði nú ekki að tala leikskólamál en ég var næstu búin að skrifa grein sem heitir frá leikskóla í fangelsi og þó að það fari kannski ekki beint úr leikskóla í fangelsi að þá sjáum við til að sjá afstöðu erfiðustu málin og að því að vorum að tala ungmenni, börn og ungmenni og snemntæk íhlutun, það er eitthvað sem bara vantar. Þarna eru ungmenni að byrja að tengjast, fagfólk byrja að tengja ungmenni okkur til að kynna þeim og mynda traust þannig að það er vita að þau séu á leið í fangelsi, skilur, eða á þessa braut. Ég skil ekki alveg, þú er að skilta við þér. Já, fagfólk í búsetuúrræðum eða barnavernd er farið að tengja okkur við ungmenni vegna þess að þau eru að fara að hætta þjónustöðu og það er vita að þau eru bara að fara á þessa braut og munu enda í fangelsi. Og mér finnst það sorglegt vegna þess að þarna vantar snemntaka íhlutun miklu fyrr og það eru börnin og ungmenni sem eru kannski ekki að nýta þennan styrk og fara í íþróttir og annað slíkt. Þannig að það er það sem að þarf að styrkja grunnstóðir borgarinnar og snemntaka íhlutun til að taka betur og halda betur utanum þennan hóp. Það er það sem við erum að sjá. Það er þjónustu okkur verkefni fyrir þá krakka sem eru að falla út úr skólakerfinu, eru okkur og kannski hálfpartin ósýnileg. Já, bara börn og ungmenni með fjölþætta vanda sem eru að falla á milli kerfa. Þetta segir að lagra núna en var bara fyrir 30-40 ára þegar við vorum
útideild og við erum alls konar úrræði sem að maður heyrir ekki af lengur. Já, við erum með alls konar úrræði. Það bara eins og að það vanti líka kynningu á því, að fólk viti þau, það alls konar. Þannig að, en auðvitað erum við náttúrulega miklu fleiri og það meiri fjölbreytni í fólki og annað. Þannig að fólk ekki að sækjast í þau kannski jafnvel eða þóraði ekki. Þannig að við þurfum svona að ná betur utan þennan hóp. Ég held líka að við séum komið með mjög mikið af flottum ferlum og alls konar svona leiðir, en ég svolítið upplifa að það aldrei neitt bara með boltan og ber bara einhvern veginn ábyrgð gagnvart þessum börnum. Og þetta mjög mikið svona foreldrarnir þurfa mikið að vera að finna út úr hlutunum sjálfir. Það vantar bara eitthvað svona, ég veit að það til eitthvað hugtak sem eru teymistjórar eða málstjórar. Það verkefni sem var innleitt af okkar flokki sem heitir Betri borg fyrir börn og unni samþætting þjónustu bæði leik innan bæði skóla og velferðar inn á vettvangi barnsins inn í skóla. Þannig að það snemmtæki í hlutun. Hún hefur verið innleitt inn í alla borgarhluta og það eru málstjórar sem fylgja hverju barni þegar að þjónustan verður þverfagleg eða þörf fyrir þverfaglega þjónustu og teymin, eins og þú veist, fagteymin, þau koma inn í skólana, þau eru sett saman af fagfólki í samtali við kennara og fagfólk á gólfinu í grunnskólanum. Þannig að það þetta sem að verið að fara með eftir því sem ég best veit inn í grunnskólan, inn í leikskólana líka. Þannig að snemnlegt ítlökun búin að vera síðan 2022. Þannig að þetta búið að vera að byrja þessum tilraunaverkefni í Breiðholti og svo var sett innleitt inn í aðrar þjónustustofnanir sem að hefur í rauninni gjörbreytt þjónustu við börn inn í umhverfum sem þau eru örugg. Virkar þetta? Ég held nefnilega að það hafa verið gerðar, auðvitað kannski virkar ekki allt fyrir allt. Ég spyr svona að þið kannski það eru sýningar í lausninu og húsnæðis. Ég veit þetta lítið vel út á glæru og þetta var rosalega vel hugsað, en virkar þetta? Mér heyrist þetta ekki virka. Það auðvitað virkar ekki allt fyrir alla. Fólk ólíkt, en ég veit foreldra sem að hafa þetta hefur bara bjargað lífið þeirra og lífið barnanna þeirra. Þannig að fyrst ég ætla bara að segja að því nú, ég ætla bara að teka þetta, því mér finnst rosalega mikilvægt að við erum með þjónustumiðstöðvar og það ótrúlega gott fagfólk sem fer inn á vettvang barnsins, inn í skólan. Við erum ekki, þarna eru foreldrarnir ekki að fara út alla borg í leit að þjónustu og málstjórinn heldur utan barnið og fjölskyldunar og á að reyna að létta á þriðju vakt kvenna oftast. Þannig að þetta svona, ég allavega, en auðvitað má alltaf gera betur og þetta kannski líka kemur inn á það sem Guðmundur var að segja með frístundirnar, og við vorum að ræða áðan, að forvörn, þegar barn upplifir sig tilheyra einhvern veginn verði jaðarsett, að þá breytist hegðan þess. Það eru svona merki sem að Guðmundur var að minnast á. Það eru signal sem þarf að grípa og skólinn þetta fyrsti staðurinn og svo eru líka foreldrarnir. Þannig að saman, við vitum að það þarf samfélag til að ala upp barn og saman erum við í þessu líka og ég veit að fagfólk inn í grunnskólanum allt búið til aðstoða en auðvitað eru börn sem að bara því miður við náum ekki utanum. Þetta var óskinnast Guðmundar, þetta bjúa þitt. Já, hún klára þetta. Ég get alveg verið sammála, að almennt séð kannski þetta virka en það eru þessi ekstra erfiðu tilfelli sem eru alls ekki að virka og það eru börnin sem eru að falla á millikerfa og það vantar, þú ert ekki með rétta greiningar eða þú færði ekki að fara í greiningu út af þessu. Þú veit ekki að býða rosalega lengi. Nei, mörg ár, jafnvel, og það er það sem þarf að laga og það er það sem ég sagði í byrjun að það vantar fólk til að slökkva elda. Það er kannski mál sem búin að vera að þróast lengi og svo endanum springur það á mjög alvarlegan hátt og þetta í fjölmiðlum að þetta átt að þurfa að fara þangað. Nei, en ég held einmitt Sara eins og þú nefndir, þetta er bæði skólanir og svo eru foreldrar en svo eru bara svo ótrúlega mörg dæmi þar sem eru ekki foreldrar til staðar til þess að vera að taka boltar á móti skólanum og ég held að í mjög mörgum svona tilfellum barna og ungmenna sem komast í svona áhættu hegðun, þetta er bara ótrúlega löng áfallarsaga sem erfist bara í gegnum fjölskyldur og það þarf bara einhver að raunverulega stíga inn í og halda boltanum
boltanum. Algjörlega, eins og ég var að minnast á bara, þú veist, að vera alltaf þessi svona mannski sem fer bara í verklegan stuðning, ekki sko, þú veist, eins og þetta með ísbrotin, þú veist að ég held að þurrstundum, en það þarf auðvitað að skipuleggja það með einhverjum hætti, það getur, en það þarf ekki endilega að vera mjög kostnaðarsamt, þetta er líka spurningum alltaf svona samfélagslega ábyrgð, hvernig við getum unnið saman að því að veita þeir sem að standa höllum fæti. En Magnea, þín ósk, eitt mál sem þetta mín klára ósk á var ekki Kjarnanum. það versta sem er við Reykjavíkurborg, já. Nei, sko, ég er alveg sammála þessu með leikskólana. Ég skrifa nú reyndar langa grein og það með langaði aldrei bara að greina vandan og á grundvelli niðurstu greiningar að koma með einhvers konar svona tillögur að lausnum. En hann er alltaf heimatilbúin og ég komst meðal hans að því að ég meina það er bara 35% starfsmanna, 25% starfsmanna á leikskólum á öllu landinu eru kennarmenntaðir og þetta hefur að hluta til með það að gera að það var breytt í sambandi við leyfisbréf til leikskólakennara og grunnskólakennara og leikskólakennarnir eru alltaf að flýja yfir að vera grunnskólakennarar út af grunnskólakennari og með kennaraskyldu svo þarftu að það er fyrst og fyrst út af sko starfskilur. Já, en svo þarftu, það er ekki endilega út af launum. Ég veit það, nei. Svo þarftu að hlaupa í skarðið. Það álægir svo mikið í leikskólum. Já, ég veit. En svo þarftu að hlaupa í skarðið fyrir einhvern sem grunnskólakennara fór að aukalega borga, en þú gerð ekki sem leikskólakennari og það sem var olli álæginu á leikskólakennara var fyrst og fremst ósamræmi á milli styttingu vinnuvíkunar hjá hinu opinbera og hjá almannamarkaðnum. Í einmitt rannsókn Vörðu kemur fram að þeir sem eru síst ánægðir með styttingu vinnuvíkunar hjá Reykjavíkurborg eru einmitt þeir sem eru umönnunarstörfum. Þú verður bara að fylla í styttingarskarðið. Og ég segi, og þá kom ekkert viðbóta fjármagn til þú veist, þannig ég segi, þetta er heimatilbúið. Og þetta tvennt er heimatilbúið. Það er ekki hugað af afleiðingunum af jákvæðum breytingum, hvernig þær í raun og veru geta skapað og haft neikvæð afleiðing fyrir tiltekinn hóp. Og það þarf að laga þetta og svo verður þetta auðvitað ekki lagað nema í samvinnu ríkis og sveitafélaga. Vegna þess að þetta er ekki lögbundin að vera með dvöl á leikskólum, það kemur ekki framlag frá ríkinu og svo náttúrulega við kemur þetta líka bara miklunni og skort á viðhaldi, þú verður náttúrulega forgangsraða auðvitað, en þú veist að, ég meina, þú veist, ég telað eins og með viðhald bygginga, þetta gengur á land, þetta er svo mikið oft sem að skemmtirnir eru orðnar rak og miklu skemmtir og líka svo er þetta bara spurning byggingagæði. Ég kom inn á þetta í greinni út af því að ég veitnaði mér þess að í byggingameistar frá Selfossi sem hefur byggt 200 byggingar og aldrei við raki eða neitt og núna er til dæmis rannsóknarstofnun byggingarinnar sem var tekin af og þeir voru alltaf að rannsaka og passa upp á efni sem kæmi inn í landi og þetta var mjög miðlægt, nú er þetta dreift út allt. En þetta er svona meðal annars þess sem þarf að skoða. Eftir þetta var útvistað. Já, en ég vildi svona almennt, ég vildi kannski... Þið eru alltaf því að Reykjavíkurborg eigi að fórustu í því að laga leikskólakerfið í samvinnu við... Í ríkið, já. En mér langaði kannski að bæta einu líka við í sambandi við það sem að mér finnst vera svigrúm til að gera betur. Því ég vann einu sem hjá Reykjavíkurborg og þá mér finnst líka sko það sem mér finnst þurfa að gera betur. Það er fullt af frábæri starffólki, mjög hæfu og fínu. Það sem kom mér óvart, það var sko oft svona mjög veikt skipulag, skortur á verkföllum þar sem að þú þarft kannski að tengja milli sviða og það er mjög jákvætt með innleggingu farsaldalagana fyrir börn og þá er verið að gera þetta, koma verklag og tengilega farsaldar og þvílíkt og ég meina og ég eins og þeirra bara sem dæmi líka sko í sambandi við það að við þurfum að líka eiga samvinnu við aðra til þess að leysa úr málum borgarna og við vorum að hlusta á hljóðmerkundaginn sem eru þessi samtök sem hafa verið að mótmæla ekki áætlun og sjúkraflugi heldur öllu ónauðsynlega flugin á flugvellinum. Þú verður að tala um svona mörgadrið, einhverju var bara eitt atrið. Já, ég veit það, en ég var að hugsa sko, þá eru þau að lýsa því hvernig fara á heilbrigðiseftirlit, samband sveitafélag á höfuðborgarsvæðinu til Reykjavíkurborgar, til Samgöngustofu, allstaðar að þeir vísa frá vegna þess að til að fá úrlausn í þessum málum þá þurfa þessi batteri að tengjast og þau þurfa að tengjast í verkfelli og það skiptir ekki máli hvort þú kemur fyrst á heilbrigðiseftirliti eða Samgöngustofu þá að fara í ferli til að fá úrlausn og það gengur ekki að fólk sé orðið bugað vegna þess að færa aldrei úrlausn mála sinna og þetta er bara skortur og skipula og verklagi og þetta er svona þetta þarf að laga. Og þetta kostar líka kerfið okkar mjög mikil pening. Mikil sóun, mikil sóun. Það getur verið bara lenska hérna, þetta er kannski
foreldrar sem ekki sér ekki Reykjavíkurborg foreldrar langveikra barna sem að þurfa að vera að sækja alla þjónustu, all stuðningstæki alltaf sjálft einhvern veginn að erindast út allan bæ að eitthvað ómanneskilegt við kerfið okkar sem að bara þekkist ekki í næstu löndum. Og það og það líka velferðamál að fá aðgang að upplýsingum á einum stað og það var til og með flóttafólki þú varst að koma inn í miðstöð til að fá upplýsingar og það var ekki til gátlistar eða handrit til þess að leiðbeina fólki. Herðu Sara, eittur óskilinni þarna í... Nei, ég bara býð þólum og ég ætla nú hvort ég ætti að tala tekjustofna ríkis og sveitafélaga en ef við myndum náttúrulega leysa þetta allt bara ef að sveitafélög fengju fleiri tekjustofna og þá hefðu öll meiri pening til að gera það sem okkur langar til að gera en við erum náttúrulega ekki að ræða það eins og hvað? Nei, ég er bara að segja eins og útsvara fjármagnstekjur? Já, ég meina ríkið þetta ber ábyrgð á því þetta er ekki sveitafélag að útfæra það en mér finnst samt, ég ætlaði samt að segja ég ætlaði ekki að tala tekjustofna ég ætla bara að segja samtal ríkis og sveitafélag skiptir máli og það þarf líka auka leiðir sveitafélag til þess að afla tekna við erum með bara gistanáttagjaldi, við getum líka að tala nagladekk og loftgæði, bara svona sem dæmi. Ætlar að skattleggja nagladekk? Nei, ég var alveg til að skoða það. Allavega að veita heimild til þess, en auðvitað þarf löggjafan að vera með okkur í liði og að því að þeir voru að tala fjármagn sem vantaði inn í grunnskólana, að þá náttúrulega hefur í gegnum jöfnunarsjóð sveitafélaga borgin sniðgengin fjárframlög inn í grunnskólana og við erum að tala 4-5 milljarða á ári. Þannig að þetta eru 20 milljarðar á kjörtímabili. Þannig að þetta er ekki smáraðis upphæðir sem að borgin verður af út af jöfnunarsjóði hún bara sniðgengin frá og ég veit að þetta er í pípunum í þinginu það er búið að taka á framlagi með börnum að erlendum uppruna sem að borgin fór í mál við en þetta var ekki máli sem ég ætla að tala ég ætla að tala endurhugsunni þjónustu við eldra fólk og við erum að tala umönnunarbyrði þeir eru að tala umönnunarbyrði sem sagt mæðra og skildurnar frá ömmur og afa og koma að sækja í leikskólan út af það mönnunarvandi þar ég vil beina sjónum okkar að miðaldra húsmæðrum, miðaldra konum á milli kannski eins og frá mér upp á 50 og milli 50 og 60 og þannig erum við með hæsta hlutdeild í örorku, nýgreiningu á örorku og af hverju er það? Af hverju er nýgengi örorku þarna? Og þarna þegar við vorum að tala málstjórana með börnunum sem tengist farsaldalögunum ég sé fyrir mér málstjóra með eldra fólki þegar að málin flækjast og uppkomnum börnum aldraðra foreldra ég meina þú veist sem eru að sinna foreldra sína já þarna eru oft kynslóðir ég á vinkonur sem hafa þurft að standa vaktina með yfir sínum foreldrum af því þær voru örverpi en síðan ertu líka bara með eldri konur ég meina sem eru jafnvel hættar að vinna sem eru að sinna ennþá eldri foreldrum og mér finnst einhvern veginn okkur fer bara aldurspyrirmyndin hann er að breytast og okkur þessum hópum mun bara fjölga og hann mun stækka og þjónustubyrðin hún verður breiðari og við þurfum einhvern veginn leiðir til að endurhugsa þjónustu við mjög breiðan hóp fólks ég meina þú getur verið hrumur mjög snemma þú getur verið ferskur og hresmus langt fram í aldur ég meina ég og ömmu sem nýri sem fyrir mig í kaldapottin og hún galar á mig og kendi mér að fara í köldupottana þannig að það eru þetta við sem samfélag þurfum líka einhvern veginn að horfa á hvað er að eldast hvernig borg viljum við eldast í þá ertu að hugsa lýðheilsu og svona forvarnir tengt heilbrigði öldrun en svo ertu líka með þjónustulausnir sem að þarf bara að fara að stokka upp og að hugsa upp á nýtt. Ég spurði áðan að það virkar þetta svona meðal annars út af reynslu minni að vera uppkomið barn aldraðra foreldra móður minnar sem var svo óheppin að eignast bara 5 bræður þannig að það er engin kona sem sá þetta allt saman og þá var það þannig að hugmyndin er svo að hún fái stuðning til þess að vera heima og þetta var alltaf konan, nei, hún kom að hafa veikindi eitthvað svona. Þetta var fjárhagslega, þetta var bara heimaþjónustuna. Nei, það var bara aðstoð að búa svo var það að taka eitthvað sem takir lyfin og eitthvað fleira.
Sko, þess vegna ég að spyrja þessu, sko, virkar þetta? Sunda, þetta á að virka, þetta eins og tölvumenn, kannast ekki við það, þetta á að virka, svo bara virkar þetta aldrei, sko. Ég held að sé alveg mín reynsla af þessu var ömurleg. Þjónustan sem móðir mín fekk, algjörlega ömurleg þjónusta frá Reykjavík. Mér langar að skjóta einu inn að sko öldrunarþjónusta meðal annars þeir hafa í auknum mæli farið að nota sko hvað heitir það svona tölvuskjái? Velferðartækni, já. Þar sem þeir eru í sambandi við fólk, það er mjög einfalt, þeir kent að nota þetta er einfalt í notkun og þú situr einhverstaðar á skrifstofu út í bæ sem starfsmaður Reykjavíkurborgar og þú ert með manneskjuna, aldrei borgan fyrir fram að þig og þau eiga samskipti og þau eru að, þú veist, að passa upp á þau séu að taka lyfin sín og svona, þetta verður reynst rosalega vel. Þetta á að virka, það eru 20-25% veikingi í þessum starfsmannahópi og það er eiginlega, þú veist, bara annarkvort og þriðakvort skipti sem að manneski kemur, annars kemur og nú er komið viðverið sérfræðingur á Reykjavíkurborg vegna þess að það er svo gífulega mikið af veikinda forföllum og að vissan hátt hef ég skilning á því vegna þess að það sem að maður upplifir sko samt í velferðarþjónustuna er að þetta er rosalega mikið konur sem eru í umönnastörfum að hugsa aðra á vinnutíma og svo eiga líka börn og eru að hugsa þau líka og eru í símanum þannig en ég held hins vegar að það þurfi að endurskoða þessi veikindaleyfi út að þau eru líka, ég held að sé alveg á svona vissan hátt verið að misnota þau. Og er að þessi veikindaleyfi, það er kulnun, ég held að leiki sér enginn að því að fara í kulnun. Nei, ég er sammála. Alveg þannig. Það er ákveðin stjórnunarvandi sem er til staðar sem þarf að leysa að mínum mati starfsmanna. Ef þú ert með 20-25% forföll út á veikindu þá verður að hafa afleysingar til þess að sinna þjónustu. Annars átt ekki að vera að lofa þjónustu svo getur ekki veitt. En það er ekki verið að halda nú vel utanum millistjórnendur sem að mínu mati orsakar veikindi. En er ekki eitthvað smá sorglegt ef við erum bara að láta ykkur tölvuskjái hugsa gamla fólki? Það er eitt út til okkar ekki annað, þetta er ekki það, þetta er viðbót við þjónustuna, þetta kemur ekki í staðin fyrir hana og málið það, ég held við verðum líka þegar við erum að ræða þessi mál, ekki svona alltaf sko svartkvít eitt út til okkar annað, nú kemur enginn og heimsækir ömmuðina sko heldur við notum bara tölvuskjá, þetta er akkurat viðbót og þetta er svona lág þröskulda þjónusta, einmitt sko, bara einmitt, þú veist að tala mikið rekstur, þetta sparar sko ferðina, þú veist, þetta minna kolefnislotsar í borginni út til þú situr. En svo auðvitað, en þú getur ekki aðstofa kona við að þrífa hurðirnar eins og pappa eða búa í rúmið ef þú mætir ekki á staðinn. En þú getur aðstofa við að taka lyfin með því að vera í og bara, það eru komnir lyfjaróbotar sko sem að það er búið að innlega lyfjaróbota og það hefur reynst mjög vel og þetta er líka samtali bara sko, þetta er líka bara að kíkja inn í heimsókn í staðan fyrir að mæta staðinn. Samfylkingin er búin að vera svona burðarstólpinn í veiröldarsamstarfi Reykjavíkurborgar síðan 94, 32 ár. Mér dætti við að því ég byrjaði að kvarta hérna yfir þjónusunni, mér dætti við að þeir að bjóða fram. Heyrið þetta ekki, þegar þeir að koma fram og vilja fara að stýra borginni og þá fyrir fólk að segja, sko, veistu hvað, ég var lengi heim í gær. Ég var sko klukkutíma og korter. Bara neðan úr bæ upp í Grafvog. Jú. Og hvað ætlaði þau? Ekki guðspennum að það fara að tala um borgarlínuna. Nei, en ég... Við erum búin að tala um borgarlínuna núna í sko 10 ár. Ég er náttúrulega bý í Grá. Og svo þarf það að Sundabraut kannski. Ég bý í Grá. Við erum að tala um Sundabraut í 30 ár. Verði ekkert varfið það að svona eitthvað svona djúft óþol hérna borgarbúa fyrir borginni. Jú, en ég held samt bara sko í grunninn þá er Samfylkingin jafnaðarflokkur Íslands og ég held að fólk vill hafa jafnaðarflokk við völdin í Reykjavík. Og kannski vilja bara jöfnu en ekki ykkur. Kannski vilja bara ekki borgarfulltrúana sem sita núna. Kannski þarf bara þess að fríska upp á lista Samfylkingar. Það er fáið sem að bjóða sig fram til að sita áfram, það er bara Skúli og Heiða. Einmitt, það verður endurnýjun. Það er augljóst. Ég skal aðeins taka hana bolta vegna þess að ég, sko, mér finnst ég er búin að mikið að því ég er búin að, eins og við öll erum búin að tala mikið í síman og þetta liggur alveg þungt á fólki umferðin og þetta tengist líka bara að hérna, ef þið eru hafa áhuga þá er til dæmis vegagerðin heldur út í talningum og umferðin á einu ári í janúari fyrra jókst eitthvað 7% og það eru sko 12.500 bílar sem að keyrðum sko í rauninni voru nýjir keyrðu í umferðinni janúari fyrra heldur en árið þar undan og við finnum það öll en það er ekki bara í borginni sem er mikil umferð ég meina þetta er í Kópavogi, þetta er í Hafnarfirði þetta er allt höfuðborgarsvæðið undir og ég hugsa
hverjum, að því við erum að tala borgarlínuna og bara ekki tala borgarlínuna og þá hugsa bara, hvernig hefur þetta eiginlega verið? Ég held bara að það hefur verið mjög sterk pólitísk öfl, ríkjandi sem hafa unni gegn almennari borgarþróun allangt skeið og ég að tala ríkisstjórn, ég að tala sjálfstæðisflokkinn í sveitarfélögunum í kringum okkur, uppfærsla á samgöngusáttmálanum tók ótrúlega langan tíma og það eru mjög svona skrýtnar ákvarðanir sem hafa teknar, þið sjáið uppbygginguna á í Skerjafirði, 700 íbúðir sem voru fyrir ungt fólk, fyrir félagsstofnun stúdenta, þetta einhvern veginn féll bara niður út af hverju? Mátti ekki fara girðingu. Já, af því það mátti ekki fara girðingu og þarna jafnvel þó að þessi kampanar bæði fulltrúar Sjálfstæðisflokksins og Framsóknarflokksins hafa líka talað að eiga part af þessum upphaflega samgöngusáttmálanum, þá hafa þessi flokkar unnið markvisst gegn almennari borgarþróun mjög langt skeið, eiginlega bara síðan 2013 þegar samningurinn var gerður við borgina kaup á landinu á flugvellinum og í rauninni menn héldu að þeir væru að fara að flytja þyrluflugið og engaþoturnar og kennsluflugið í burtu. Það hefur bara ekkert gerst síðan og þið sjáu það í hendi ykkar, þetta er 2013, nú er 2025, það eru 13 ár. Hvað hefur bílum fjölgað? Hversu margir íbúar hafa flutninga til lands? Hversu margir ferðamenn hafa komið líka? Þetta er bara bílalegu bílandi sem koma á mótnana frá Keflavík. Já, einn af hverjum 3 bílum á Reykjanesbraut er bílalegu bíl. Ég meina, ef við værim í London eða í París eða í Feneyjum, þá myndi ekki hleypa þessu inn í borgina. Við myndum bara láta að fara úr bílnum bara í, hvað heitir það, hverfið í Hafnarfirði. Vallahverfi. Farðu bara og skildu bílinn eftir þar og takk bara strætó í dag. Og ég vil líka benda það, sko. Ég verð aðeins að láta orðið ganga. Ég vil bara að taka undir þetta, því að umferðin í Reykjavík eru þetta ekki bara umferð Reykvíkinga. Við erum atvinnusvæði fyrir Keflavík, fyrir Akranes, fyrir Selfoss. Hér kemur inn fullt af bílum á hverjum degi fyrir utan bílaleigubílana og þannig að við erum að sinna mjög stórum bara parti landsmanna hér inn í götukerfi Reykjavíkur og ég veit að það er einhver þreyta að tala borgarlínuna og borgarlínan snýst ekkert endilega það að allir selji bílana sína, heldur það að við fjölgum ferðum þar sem við getum skilið bílinn eftir heima og nota borgarlínuna til að fara í borgarlínuna því að alltaf vera lofin, hún er eins og þarna þrjúhjólandi bílnum Akkurat, og auðvitað hefðu við átt að vera að styrkja almenningssamgangnakerfi strætó meðfram því sem er verið að skipleggja og vinna að borgarlínu og nú er búið að fjölga ferðum strætó í haust og fólk finnur strax mun á því og þetta er eitthvað sem við hefum að gera fyrir lifandi slöngu og allir sem að taka strætó reglulega taka undir það. En það sem að skipta máli núna, bara varðandi borgarlínuna, því að við erum loksins að komast á framkvæmdastig. Við viljum ekki fá útvatnaða útgáfu af borgarlínunu þegar hún loksins verður að veruleika og ég hef áhyggjur af því að ef að Samfylkingin er ekki þarna til að standa vörð þetta hágæða almenningssamgangakerfi að þá fáum við einhverja lélega útgáfu sem mun ekki breyta samgönguvanda höfuðborgarsvæðisins. Veistu hvað er besta leiðin til þess að búa til miðflokksmann? Það er að taka kall og láta hann hanga í umferðinni í 5 korter fastan. Hann verður bara miðflokksmaður bara að vera að ringi inn í út af sögu bara. Núna er miðflokkurinn að tala forgangsakstur strætó. Þeir eru bara að lofa borgarlínusystemi. Þannig þeir eru með okkur í liði. Já, það er líka skýrsla sem heitir Frá hvíta til hvítá og sem er einmitt bendir á það hvernig höfuðborgarsvæðið mun einmitt renna nokkurn veginn saman við Reykjanesbæ og svo Árborg og Hveragerði og Þorlákshöfn og náttúrulega og borgarlínan náttúrulega það líka tengjast eins og Hveragerði. Þú veist, það verður miklu þægilegra fyrir fólk að geta farið í einhvers konar línu, einhvers konar almenningssamgöngu bara, þú veist, upp í Ártúnsbrekkuna og þaðan inn á vinnustæðin sinn, svo auðvitað gæti það tekið bílinn í bæinn sko þegar það kannski fara að versla eitthvað mikið og svoleiðis. Hvernig er að við sjáum engar framkvæmdir sem að tengjast borgarlínu? Já, Alda er að rísa. Ég held við áfangin. Við verðum að gefa fólki eitthvað svona áþreifanlegt og ég bara tek undir með þér Steinun, sko, við erum bara í dauða færi að efla strætó og sérstaklega í útkverfunum. Það er ekki hægt að taka strætó milli hverfa í Grái til dæmis. Nei, það er vantað. Strætóin er bara fastur í umferðinni. Það er vandamál líka. Já, og líka sko það litla strætó inn í hverfin, þeir geta verið rafmagnsstrætór, þeir geta verið minni, þeir taka sko eins í sambandi við börn og tómstundu og maður tala það áðan. Það eru einhverju skóla komnið með svona litlar bara kálfa sem þeir taka börnir úr skólanum og svo í íþróttahöllina og þar getur þau farið í mismunandi íþróttir. Stundum er þetta bara tapmarkað sko hvað þau geta farið í en þú veist það þarf að líka koma með svona dálítið smarta lausnir. Við erum náttúrulega að fara inn í rafmagnsvæðinguna þá að hætta að kaupa bensínbíla og dísel 2030
Það til dæmis ekki frístundarúta í Rimaskóla sem alveg mjög bagalegt. Já, það þarf svona auka frístundarútu, það líka liður í því að efna aðstöðu. Strætófarþegar bentu á þetta þegar var svona, breytingi var svolítið að flytja þetta allt yfir á hversu hratt þú getur farið frá Grafarvogi niður í bæ, að þá var klippt í burtu svona þjónustan inn í hverfin sem að strætófarþegar voru alltaf að benda á. Ég nota strætó, ég bara labba eða tek strætó. Og ég kvartaði alltaf yfir strætó. Ég held ég hef ekki kvartaði í 3 ár. Og það ekki Reykjavíkurborg að taka, það bara verið eitthvað tekið tíma. Og kannski ef við bætum aðeins við samt við þá sem eru að taka hjól, það var gerðin svona kynjaúttekt á hjólreiðum og það eru fyrst og fremst kallar sem eru hjóli í vinnu með fram stofnbrautum, en ekki konurnar, út af það er miklu minna að góða hjólasti inn í hverfunum og það er fyrir að skutla á leikskóla og fara í búðina og svona. Þannig að þú veist, og ég bara dáist af fóreldrum sem eru á rammarsjólum með barnavagnina á eftir, en það þurfa náttúrulega vera líka inn í hverfunum góði hjólastígar. Já, ég sammála ykkur öllum með þetta, en við þurfum ekki alltaf að finna pjóli, við erum svolítið í því Íslendingar og það eru alls konar hugmyndir sem eru erlendir sem að væri hægt að taka upp hér allavega til að leysa ákveðin tímabundi vanda. Við sjáum eins og í Oslo, það ganga almenningssamgöngur mjög hratt, leigubílar á þessum auka akreinum og það er ótrúlega flott hvernig það virkar. Í Prag eru komin þessi bílastæðahús fyrir utan borgina og byrjaði að ræða að setja skatta jafnvel á það sem fara á bílnum inn í borgina en það auka auðvitað almenningssamgöngur í staðinn. En ég hef verið mjög hrifinn af líka hugmyndum eins og með þessar sveigjanlegar akreinar, að taka í burtu þessar eyjar sem eru á milli akreina og að bæta jafnvel við, þannig að það sé hægt að færa umferðina yfir á hina akreina úr þeirri átt sem að álagi kemur frá. Já, veitu hvað það er kvölds eða morgna. En mér langar að segja, það er eitt sem ég sakna þegar við tölum samgöngur og bara það eru loftgæðin. Og bara með samhliða þessari auknu umferð þá bara lendum við núna ítrekkaði við vetratíman að loftgæðin fara á rautt og gult og við erum með börnum haldið inni trekk í leikskólan því það er ekki heilsuverið stemt í voða að fara út að leika. Við erum líka að tala um fólk með undirliggjandi sjúkdóma, við erum að tala um eldra fólk sem er meinað að vera bara ráðlegt að vera ekki úti, heilbrigðu fólki er sagt í tilkynningum heilbrigðiseftirlitsins að vara skuli að stunda útivist eða fara út að hlaupa og ég spyr, í umræðinum þennan holdgerfing að þú sagðir að miðflokksmaðurinn verið til eða hann er fastur í umferði í 1,5 tíma þessi gæði, lífsgæði þessar kynslóðar sem við erum að tala um núna, bæði þeirra ungu og eldra fólk sem er viðkvæmara fyrir svifryksmengun á hvaða gæðum eigum við að stíga? Eigum við að takmarka gæði þeirra sem sitt í bílnum með einhverjum hætti, bara lífsgæði fólks eru bara mismunandi og við búum í þessu samfélagi saman og þegar þú ert fastur í þínum bíl eða ert í bílnum þínum að þá kannski gleymist þetta sjónarhald líka út frá hvaða gæðum við erum að taka af og það eru bara börnin okkar og þetta er bara verulegt ágefni varandi loftgæðin í borginni. Nú er ég sitt í bílnum og ég er bara við það að gangi í miðflokkinn. Og þú vilt taka eitthvað gæði að mér. Hvaða gæði viltu taka að mér? Nei, ég bara einu sem ég er að benda á að þegar að menn gleyma sér svona í hitanum í bílnum að þá eru umferðin, við losnum ekkert við hana, hún fer ekkert. Okkur mun bara halda áfram að fjölga. Við leysum... Það að segja þetta við mig? Nei, það er bara staðrind. Þetta okkur höldum áfram að fjölga. Bílanum mun halda áfram að... 5 korter fastur núna, og bara allir í tappan. Næsta ára verða 6 korter. Já, alveg og svo verða 7 korter. Þess vegna þurfum við borgarlínu og við þurfum hann strax. Helst í gær. Bílum fjölgar 60 dag hér á Íslandi. En mér veist... Þetta er þurfum að finna raunverulega lausnir bæði fyrir einkabílinn og... En talandi umferðina líka, eins og í Bandaríkjunum sem er rosalega mikið reiða sig á bíla, það náttúrulega rosalega algengt svona það sem heitir á ensku carpooling. Það er bara einn sem kemur og sækir 3-4 vinnufélaga og allir fara saman og þetta er bara skipulagt og auðvitað og fólk náttúrulega þar hefur aðgang að lestum og er kannski jafnvel 2 tími lest að komast í vinna en þú veist það er líka, þú veist það er að sjá allt þetta fólk eitt í bíl. Þetta er svona kúltúr þannig að þú sem var einlega, ekki viltu fara að sekta þá sem er einir í bíl. Nei, en það er þetta breyta menningu, það er þetta breyta menningu og það er þetta skapa hvata
og jákvæða, neikvæða hvata. Já. Ég meina þetta eru hagræni hvatar, það eru til flýtigjöld, ég meina það var í upphaflega samgöngusáttmálum voru ákvæðum fjármögnum með flýtigjöldum á innveða, uppbyggunni. London og París, í London þetta borga til þess að komast inn í borgina í París, þegar þeir eru fólkjæði þá máttu bara fara inn í borgina ef þú ert með endar á sléttri tölu eða 8 tölu. Svo verður þetta alltaf að hugsa líka samgöngumál sem aðgengismál. Það fólk sem hreyfihamlað og það í alls konar á erfitt án þess að geta að nota bíl og þetta verður maður alltaf að passa aðgengi að ákveðnum stöðum, það verður ekki algjörlega lokað fyrir bíla vegna þess að fólk hefur aðgengis. Það prófkjör og það leiðtogakjör og það reyndi fyrir eiginlega öll aðteglinn á þau tvö sem að bjóða sér fram í fyrsta seti. Því miður. Hvort að þú kjósa Pétur eða Heiða? Ég ekki búin að gera upp hugminn. En við erum bara ótrúlega heppin að vera með 2 mjög flotta leiðtoga í prófkjöri og það gaman, ég mjög glöð að það kom mótframboð svo að við gætum kosið okkur leiðtoga út úr prófkjörinu. Já, sama hér. Ég held að það hefur bara verið mjög mikilvægt fyrir Heiðu sem að þarf að endurnýja sitt umboð sem oddviti að fá þetta mótframboð til þess að sama hvað kemur út úr því þá sá sem að vinnur það með skýrt umboð og þannig ég held að það hafi verið mjög mikilvægt og mikilvægt fyrir okkur sem flokk. Það hafi verið veikt fyrir flokkin ef að Heiða hefði svona bara erft þetta með eitthvað. Já, akkurat, þannig að ég held að það sé mikilvægt einhvern veginn að fá að keppa um þetta, leggja fram sína framtíðarsýn og láta kjósa hana. Guðmundur, ekkert þú að skilja þau? Nei, ég mun ekki skilja það, en ég held að ég myndi eða ekki að frambóða mitt með því að gefa það upp hér hvað ég ætlaði að kjósa, en mér líst, ég sé bara. Magnea? Nei, bara sammála því sem Birta og Steinin segja og við vorum með fundi Iðnó síðastliðinn laugardag og það var rosa góð stemming og góð jákvæð orka og ég bara fann að ég var bara svona stolt að vera einn þáttakandi í þessu öllu saman og þannig að svo ég þekkti Pétur ekki neitt nema ég vissi hann væri fótboltamaður og ræki kaffihús en svo náttúrulega bara hefur maður hlustað á hann og heyrst hans sjónarmið og svona þannig að ég held að þetta ekki sé bara í raun og veru jákvætt fyrir heildina og fyrir flokkin og einmitt fyrir þann sem fær þá kosninguna og fær þá skýrt umboð. Sara? Já. Hvort að má bjóða þér Heiðu? Já, ég finnst þetta bara svo, það búið að vera svo gaman að vera í kosningabartu og við erum Það búið að vera gaman. Já, ég meina við neitt að segja, við áttum að góða fund á laugardaginn og við erum öll búin að hringja fleiri undir símtöl við grassrótin okkar og taka eirað og maður finnur alveg á samtölum við fólk að það ánægt með að hafa val. Þannig að ég bara bind voni við það að flokkurinn gangi samstiltur til kosninga. Þetta eru ótrúlega mikilvæga kosningar sem eru framundan. Ég held þetta kannski við endum með kosningabartu með svona hugmyndafræðilegum ágreiningi og það verður bara spennandi að sjá uppstillingu á hægrivægnum, hvernig hann representar sig fram og kemur fram. Við munum stilla fram mjög öflugri liðseild, þannig að ég bara mjög spennt. Samfylking fær svona sæmilega kosningu. Með hvaða flokkum viltu mynda nýja meirihluta? Já, ég held að það sé bara málefni sem skipta fyrst og fremst máli. Það snýst, hvaða málefni eru sameiginleg Samfylkingunni og Miðflokknum og Sjálfstæðisflokknum? Ég veit ekki hvað mál Miðflokkurinn mun tefla fram. Ég veit ekki eins og hvaða oddvita og hvaða fólk á listanum. Þetta snýst sveitarstjórnarpólitík, snýst svo mikið nærþjónustuna, hversdagsleikann í lífi fólks og ef að fólk nær saman sameiginleg málefni með sameiginlega framtíðarsýn, þá bara grundvöllur fyrir vinnu og samstarfi. Þannig að þú vilt alveg samstarf til hægri eins og svona miðvinstri? Já, mér setja bara að skipta málefnin. Það eiginlega útgangspunkturinn minn. Ég veit ekki hvað heilu flokkarnir muni standa fyrir. Nei, mér langar að segja í sambandi við, auðvitað frekar augljóst að Samfylkingin og Miðflokkurinn eins og staðinni núna eiga ekki mikla samleið. Og svo þetta náttúrulega þessi grunngildi jafnaðarstefnunnar eins og til að mynda þegar fyrirtæki vildu fara að reisa og reka leikskóla en veita þá börnum starfsmanna forgang og svo voru þeir að reyna að halda því fram að þetta veri samfélagslega ábyrgð og einhver kannski börn sem væri pláss sem væri þá ekki börn starfsmanna geti komið þarna að og þessu var hafnað út af því að þarna ekki þessi regla jafnaðarstefnunnar að í gangi þarna verið að veita forgang umfram önnur börn og ég meira að segja í þessari leikskólagrein sem ég skrifaði, ég hugsaði með mér
af hverju get ekki fyrirtækin tekið meiri þátt í uppbyggingu leikskóla meðal annars bara með því að veita fjármagni í að byggja þá og eins og Kvenfélagi Hringurinn sem safnaði fé til að byggja Barnaspítala Hringsins, það voru sjálfboðaliðar í Suður Þingeyjarsveit sem að byggðu fyrstu alþýðuskólan á Laugum á sínu tíma og konurnar í Hringnum, þær eru ekkert óska eftir að fá forgang fyrir sín börn eða sjálfan sig ef að þær verða veikar, það bara gilda svo forklagsröð. Þetta eigum ekki svona kapitalista, þeir eru kannski til að kaupa golfið í íþróttahúsinu eða þá örumerki sitt á golfið ég veit það, en á hverju en við eigum svona kapitalista, Haraldur Þáli sem er náttúrulega eins og Römpum Ísland, hann náði að virkja alls konar fólk, bæði einkaaðila félagsamtök, Öryrkjabandalagið og ríki og sveitafélög, og þau römpuðu Ísland upp og þetta er hægt og veistu þá, ég skora á fyrirtæki að koma að byrja liðið með Reykjavík og gera það, sem að taka þátt í að byggja upp samfélagslega mikilvæga innviði en ekki setja allt sitt og sína í forgang í leiðinni. Mér langar að segja með prófkjörið. Ég ræði þá með spurninguna hægri eða vinstri meirihluta. Já, ég er að svara því. Við erum að sína í þessu prófkjöri að við erum bara risastórt afl í íslensku stjórnmálum. Það er langmesta stuði í kringum okkur varandi prófkjöri fyrir sveitarstjórnarkosningarna núna. Og mér er bara ekkert útiloka að við fáum bara 50% kosningu. Alls ekki útiloka það. Það eru allir kratar. En líkurna, kannski það eru mikla líkur á því. Mikla líkur. Ég er nú ekki líkindaprófessor. En ég veit ekki, 50% líkur á að við fáum 50% kosningu. Getur við ekki sagt eitthvað svoleiðis? Þú ert bjartsýnasta manneskja sem ég veit í dag. Það þarf meiri birtu í borginu. Steinun, hvað er hægri eða vinstri? Sko ég vildi allavega segja að vissulega snýst þetta að ná saman málefni en sko ég get ekki sagt að ég er auðvitað nýja pólitík og ég er örugglega ekkert að vera með einhverju yfirlýsingur það með hvernig ég vil vinna og allt eitthvað svona en ég er ekkert rosalega spennt fyrir því að vinna í samstarfi flokka sem eru með gildi sem eru mjög ólík þeim sem að ég aðhyllist og vegna þess að gildin okkar kannski það svona kjarnin í okkur og sannleikurinn fyrir það sem við stöndum og það er mjög erfitt að víkja frá þeim og þannig að þá getur verið erfitt að fara inn í samstarfi með flokki sem hefur ekki mannúð til dæmis sem sitt gildi eða einhvern veginn vill bara stefna samfélaginu í þær áttir þar sem að einhvern veginn bara fólk er ekki jafnt og það sem að sumir skipta meira máli en aðrir þannig að ég get ekki sagt að ég sé mjög spennt fyrir því að starfa með þannig flokkum. Guðmundur, samstarfi við þína? Ég er nú kannski þekktur fyrir að geta unni með öllum en ég myndi aldrei útiloka neitt fyrirfram. Ég lifi fyrir það að allir eigi annan og fá annan séns og ég vil þriðja. En bara já, eins og ef það hallar á mannréttindi eins og til dæmis að sumir hafa gefið út að þeir munu rifta samningum við eins og samtöki 78 ég myndi aldrei geta unni með slíku flokki. Ef við ekki bara setja gott í það fólk kannski aðeins og langt annað með að vera að tala meirihlutasamstarf það er náttúrulega eftir að koma í ljós hvernig kosningabaráttan þróast. Það eru fæstir búin að stilla upp sínum listum. Það er eiginlega mjög óljóst. Og vantarlega er þessi 6 manna og bara listin, hann mun auðvitað móta það. Hann mun móta hvaða áherslur flokkurinn tekur og svo náttúrulega eru hinir flokkarnir eftir að setja sitt lið fram þannig að þá bara ef ekki koma inn aftur í svona apríl og taka aftur snúning þá vitum við hvað fólk er í brúnni og hvaða málefni flokkarnir mun tala fyrir og svona. Og svo náttúrulega líka þegar kemur að mynda stjórn þá veist ef þú kvikar land út á sporinu að þá náttúrulega missir líka bara trúveruleika og það hefur afleiðingar fyrir framtíðina þannig að það þarf alltaf að skoða allt stjórnarsamstarf í því ljósi. Þetta er dýrt fyrir VG til dæmis. Mjög dýrt. Langvarandi ríkisstjórnarsamstarf sem var í Herriðstjórn. Herðu, frábært að fá ykkur. Birta, Steinun, Guðmundur, Magnea og Sara. Takk fyrir. Takk fyrir boðið. Við ætlum að sitja hérna áfram við Rauðaborg, við erum allir að skilja hennan heim. Næsti kafli eftir augnablik. Þú ert að hlusta á Samstöðina. Róttækt sjónarhorn á atburði dagsins.